Svo kannski annað sem hefur verið algjörlega frábært, Bjarni Ófeigur, það kannski hlaut að koma að því, hann ætti ekki stórkostlegan leik, Rakel? Já, það er náttúrulega eiginlega, já einmitt, það er svona eiginlega hlaut að koma að því. Hann átti ekki frábæran dag og var einhvern veginn sem var í vanstildur. Hann er með 3 mörk og kannski þessum merkildi, hann náði bara 5 skotum á markið í heilum leik. Akkurat. Haukarnir voru að gera gríðarlega vel og sérstaklega kannski Adam Haukur að stöðva hann og var einhvern veginn að mæta honum gríðarlega vel. En þú veist, hann má nú eiga það, hann var með 11 sköpufæri og það eru auðvitað mikilvægur tölfræði þáttur. En þú veist, það er náttúrulega fyndið að þetta sé fréttnefnt, sko, að hann eigi ekki frábæran leik. Já, 5 skot er ótrúlega langt frá meðaltalinu, sko. En auðvitað munar það fyrir KM-menn ef hann er ekki að ná sér, við höfum alveg séð það. Við sjáum samt að þeir skora 38 mörk, þannig að Bjarni hefur þrátt, þú veist, þetta er einhverjir tapaðir boltar sem eru slæmir þarna, en þú veist, hann er að spila ágætlega fyrir liðið þrátt fyrir, þú veist, að vera ekki að skjóta. Þegar maður þarf líka að taka myndina að vera ofur áhersla á hann, þú veist, sem lið hljóta að fara að gera og athuga hvort að hinir muni, og það sem KL hefur haft er góð nýting hægra megin, hann hefur búið til yfirtöluna. Hann má alveg vera rólegur þá hann skjóta einn og einn leik lítið, en hann getur ekki láta fara í töðar og svo fara að tapa boltum í sömu mómentum, fara að forsa það að þurfa að skjóta. Veist, það er kannski það sem hann þarf að passa. Þegar þetta þéttist núna eftir áramót, ég meina, lið munu leggja ennþá meira áherslu á hann heldur en gerði í fyrstu 5-6 umferðunum. Sko. Og það er eiginlega þannig sem að pínu þróaðist. Hann svo sem komst ekki oft í góðar stöður, í skotstöður, en svo kemur hann að kafli í seinni hálfleik þar sem að K.A. er svolítið bara með leikinn í jafnvægi. Þeir eru að leiða leikinn, það eru ykkur 15-16 mínútur eftir leiknum og fara í 7-6, 1 eða 2 mörkum yfir og auðvitað hafa bara verið að gera það gríðarlega vel í vetur og þar er Bjarni auðvitað svona aðalmaðurinn að taka ákvarðanirnar og svona með þessi sköpuðu færi í þeirri stöðu, en hann er með okkur 2-3 tæknifæri, K.A. fær 2 mörk í röð í tómt markið og það var svona ákveðin vendipunktur held í þessum leik. Auðvitað alveg skoða núna, það hefði örugglega viljað sleppa því að fara í 7-6 en ég hugsaði um þetta að pælingin hafi verið að reyna að koma Bjarna í stöður, þú veist, og reyna að koma honum aðeins betur inn í leikinn einhvern veginn fyrir hann loka kafla, en það gekk ekki eftir.